byggingu hennar í sumar. Björg Björnsdóttir segir frá. Undanfarin 2 ár hafa eigendur Papeyjar og Þjóðminjasafni staðið að viðgerð á kirkjunni. Fátt vita með vissu uppruna kirkjunnar en sagt að árið 1807 hafi bóndi einn hafið smíði bænhús en drukknað og kirkjuviðurinn sokkið í sæ. Kirkjuteikning eftir Daniel Brún hefur varðveist frá árinu 1859 og vitað að Gísli Sigurðsson, bóndi í Papey, endurbyggði kirkjuna 1904 en því hafði hann einmitt heitið ef mikill reki bærist á land. Aðstæður til endurbyggingar hafa líklega ekki breyst ýkja mikið síðan 1904 því smiðirnir þurfa að komast af á ýmissa nútíma þæginda eins og rafmagns, það 2 vikur sem þeir dveljast í Papey. Hvað hefur sagt að vera erfiðasta verkefni hérna í kirkjunni við endurbætur? Ég ætla að sé ekki bara veðráttan og aðstöðuleysi. Við erum ekki með neina skemmu eða smíðavestaði og það ekkert afdrep. Við erum bara hérna úti eða inn í kirkjunni sem mjög lítil. Og það mjög erfitt að standa svona og eiginlega hafa ekkert skjól. Óþægilegt að geta ekki komist í almennilegt bað og við verðum bara að redda því með þvottapoka og vaskafati. Þeir sem spörkuðu bolta á Gervik